Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Gesturinn er komin heim, starfaði í Reykjavík á síðustu árum, var á þingi, Brynhildur Pétursdóttir. Og hún ætlar að spjalla við okkur hérna á eftir. Brynhildur, verður velkomin. Takk fyrir. Velkomin heim. Já, takk. Á margir að segja það líka? Jú, svona, kannski, á vel við. Heyrðu, ein voða vond spurning fyrst. Ertu fegin að vera hætt á þingi? Já, ég hefði ekki ákveðið að hætta nema af því að taldi að ég er ánægðari að gera eitthvað annað. Já. Þannig að ég sé ekkert eftir því að það er það súrt að... Hvað er það sem að, sko, þú veist, þú ferð í þetta og svo ertu búin að vera í eitt kjörtímabil og svo segir við, þetta á kannski ekki við mig. Er það svoleiðis eitthvað? Já, ég kannski fór í þetta svona, ég ætla nú ekki að segja fyrir rælni, en svona, þú veist, ég var ekkert á leiðinni endilega í stjórnmál, en alveg opinn fyrir öllu svo sem. En hefur haft áhuga á stjórnmálum? Já, ég hef alveg haft áhuga og ég var svona, þú veist, ég held ég hafi kosið alla flokka. Ég er svona mjög, ég var ekki flokksbundin, ég hafði reynda skráð mig í einhverja flokka svona til að geta tekið þátt í að kjósa í prófkjörum, sérstaklega kannski bæjarstjórnarkosningum þar sem maður vill bara hafa gott fólk, efst í öllum flokkum. Mér leist mjög vel á Bjarta framtíð þegar var verið að stofna hann og var haft samband við mig og þá var ég líka svona að hugsa, maður er að rífast heima í kaffistofunni, vinnunni eða einhvers staðar, síðan þegar manni býðst að geta kannski raunverulega haft ykkur áhrif, verður maður þá ekki að segja já? Já, það er kannski dálítið skrítið eins og þú segir, sko, að hafa áhuga og láta skoðaninn í ljósi hér og þar, svo ferðu tækifærið og segja, nei, ég ætla ekkert að fara. Það er bara þú fórst. Já, mér varst líka, sko, því ég hugsa, ég fer pólitíkar, ég er ekki einhvern veginn búin að, þú veist, er maður þá ekki bara komin í það og er maður þá ekki búin að brenna alla brýra baki sér en svo fannst mér líka mjög mikilvægt að fólk sem flestir taki þátt í pólitík og þú getur farið í pólitík og þú er afturkvæmt. Já. Það er mjög mikilvægt, vegna einhverju verða að vera þarna og við viljum geta valið úr. Já. Og þannig ég let það ekki stoppa mig. Nei. En sko, af því þú varst nú áhuga manneskju pólitík og bæjarmál og annað, varst ekki hrædd við umræðana þig? Hvernig er þið talað þig? Brynhildur á þingi og... Þú ert náttúrulega sko svolítið berskjaldaður, það er fylgst með öllu sem þú gerir og þú segir eitthvað og þú getur líka lendið í að þú missir eitthvað út úr þér og alls konar sko, eða það er tekið úr samhengi þar sem þú segir erfitt að leiðrétta það en maður getur ekki látið það stoppa sig. Og þetta er þrátt fyrir allt bara svona, þetta er bara svona einhvern veginn hávaði sem er þarna og síðan gleymir fólk og þú veist, ég hugsa þetta þannig sko að ef maður fer í þetta þá tekur maður starfið alvarlega en sjálfan sig mátulega hátíðlega. Já. Ertu komin með sko þykkari skráp eftir þetta? Já, kannski, en ég var svo sem búin að vera brasast í neytendamálunum og svo sem vön því að koma eitthvað í fjölmiðla og stundum gekk manni vel og stundum illa og þú veist, þannig ég var svo sem engin kannski alveg nýgræðingur í því. Nei. Og svo held ég líka, ég upplýði nú ekkert einhverja óvægna umfjöllun þannig, þú veist, fólk fer bara á þing og gerir sitt besta og þú svona kannski bara uppsker svolítið eins og sáir. Kynnir þú sem fyrrverandi alþingismann? Nei, alls ekki. Mér fannst líka oft bara, ef ég hitti fólk sem sagði, hvað gerirðu, þá sagði ég oft bara, ég vinn á Alþingi. Mér fannst það eitthvað sem skrítið. Ég er alþingismaður? Ég sagði eiginlega aldrei eitthvað svona, ég er alþingismaður. Já. Ég er 10. Nei, þannig að mér fannst þetta alltaf svo, ég vissi aldrei nákvæmlega hvað þetta var, þú veist, þingmaður. Já. En sko starfið er mjög skemmtilegt og mörgu leyti. Og ég hef ekki viljað missa af þessu fyrir mitt litla líf. Nei. Og bara mjög mikilvægt starf. Er þetta eins og þú reiknaði með? Nei, sko, ég reiknaði ekkert með neinu, maður veit ekkert hvað þetta er fyrir maður bara fer í þetta og ég vissum að þetta kjörtímabil verður öðruvísi en síðasta kjörtímabil og það fer eftir hvort þú lendir í
meiri hlutanum eða minni hlutanum, í hvaða nefndum þú lendir, það svo, þú veist, í hvaða kjördæmi þú situr, þannig að þetta ekkert eins fyrir neitt, held ég. Nei, maður ræður engu varðandi það í hvaða nefndum og öðru slíkum maður lendir eða hvað? Jú, þú veist, það svo sem þreifað á því, hvar liggur þinn áhugi og svoleiðis, þannig að, en ég bara segja að það var örugglega öðruvísi að sitja í fjárlaganefnd heldur en að hefði verið að sitja í allsherjar- og menntamálanefnd. Ég sat í 2 nefndum allan tímann og þær voru mjög ólíkar. Þú varst í fjárlaganefnd? Já, og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Þar var ég áheyrnarfulltrúi. Mér fannst það bara mjög skemmtileg nefnd, þannig ég reyndi að sinna henni. Og þar var það var áhugavert að þar var Ögmundur Jónasson var formaður og Brynja Níelsen var varaformaður og síðan Birgir Ármannsson. Og Ögmundur hann er svona besti fundarstjóri sem ég veit um. Hann var ótrúlega góður í því og okkur var vel til vina en við erum alls ekki oft sammála í pólitíkinni. En það skiptir engu máli og inn á þingi það er svo merkilegt. Það er alveg borin virðing fyrir því. Menn vinna mjög vel saman, þráttur að hafa ólíka pólitíska skoðanir vegna þess að það vita svo sem allir að ég sitt þarna inni fyrir önnur sjónarmið, en kannski akkurat Ögmundur. En ef ég þyrfti að sæi fram á erfiðan fund, þá myndi ég ráða Ögmundi að stýra honum. Hann ætti í rauninni að vera með námskeið fyrir alla þá sem að fara að vera nefndaformi núna. Það er ekkert sjálfgeðið að vera góður í að stýra nefnd eða halda utan fundarstjórn og aga og að tími sé virtur og það fór oft í taugarnar á mér á Alþingi hvað mér fannst vera bara, svona einhvern veginn mikið agaleysi. Þannig ég kunni mjög vel að meta fundarstjórnina hjá Ögmundi. Nú er komin ný ríkisstjórn, hvernig líst þér á? Já, ég meina við bara gefum henni séns. Mér finnst alveg áhugavert að fylgjast með núna, þeim sem að tóku þátt í 5 flokka viðræðunum, sem að gengu ekki, þrátt fyrir að það hefur verið reynt tvisvar, en alveg mjög óánægðir. Og mér hefði fundist það spennandi að sjá 5 flokka stjórn með 3 flokkum sem eru svo að segja nýir. Já. En meina það gekk ekki og hvaða kostur var annar í stöðunni? Það var það þá að kjósa aftur. Og hvað ætla flokkarnir að fara fram og segja kjósið okkur en við erum reyndar erfitt með að mynda ríkisstjórn og tala saman og vinna saman en endilega kjósið okkur samt. Ég held að engin flokkur hafi viljað það. Nei. Þannig að úr því sem komið var, þá var þetta niðurstaða og ég held að sé alveg ómögulegt að segja fyrir, ég meina fólk mikið núna að tala stjórnarsáttmálann og lesi hann og fyrir mér það bara einhver orð á blaði sem skipta engu máli. Nei. Það hvað ráðherrarnir gera, það hvernig þeir standa sig. Hvernig líst þér á það? Nú er talað að það séu bæði mjög óreynt fólk og mjög ungt fólk sem að ganga inn í stjórnina sem ráðherrar. Já, ég held að það sé ekkert hægt að óreyndir geta bara staðið sig vel alveg eins og við höfum haft reyndar ráðherra fólk sem hefur haft mikla reynslu pólitík sem hefur farið í ráðherraembætti og staðið sig illa. Ég meina mér fannst margir ráðherrar á síðasta kjörtímabili ekki standa sig vel og ég bjóst við meira af þeim. Já. Þú veist, þannig að ég held að og svo aðrir sem að maður svona kannski hefur efasemdir og svo bara standa þær algjörlega undir hlutverkinu. Þannig að það verður bara komið ljós. Einhverjir eftir að koma á óvart, einhverjir eftir að standa sig verri en aðrir, en þú veist, það verður bara komið ljós. Stundum er sagt að það þurfi 1 kjörtímabil til þess að komast inn í þetta starf. Já, það fór svolítið eftir hvaðan fólk kemur og ég held að, til dæmis held ég að Svandi Svavars, Hanna Birna voru ráðherrar sem komu í rauninni fóru ekki inn á þing, heldur fóru bara beint inn í ráðherrastól. Og það hefur verið tekið fólk inn í ráðherraembætti bara, ekki á götunni skulum segja, en sem sagt, ég meina Lilja Alfreðsdóttir. Úr atvinnulífinu og Já, hún stóð sér vel. Ég held að það skiptir bara máli hvernig ertu og hvaða reynslu ertu með, Varðandi það að vera þingmaður, jú, þá er vissulega dýrmæt reynsla sem maður fær og ég meina, mér finnst alveg merkilegt að hugsa til þess að reyndir þingmenn eins og til dæmis bara Árni Páll og Helgi Hjörvar og fleiri þannig séu ekki á þingi. Mér fannst gott að hafa reynslu mikið fólk þarna. Það var alltaf, ég leitaði mikið til, ég meina Steingrímur J. gat alltaf gefið ráð, ég meina oft þetta hefur ekki endilega með pólitík að gera, þetta er þetta bara verkferlarnir og hvernig var þetta nú, voru þessi lögum að samþykkt og hvað það nú er. Og þá skiptir málið þessi fólk sem man aðeins. Já.
En sko, stundum nú verið að fjalla mál sem að kannski hylla mann ekki sérstaklega. Nei, það en maður verður að setja sig inn í óskaplega mikið. Þú verður að setja það inn í málinn sem eru þinni nefnd. Það getur engin þingmaður sett sig inn í öll málinn sem eru á þingi. Og sum málin eru hundleiðileg og sum eru bara mjög spennandi og allt þar á milli. Já. Og sumt eru bara eitthvað sem einhver löggjöf sem við verðum að samþykkja út af einhver skuldbindandi alþjóðlegum samningum eða einhver löggjöf sem búin að vera, þú veist, eða frumvarp sem búin að vera inn í ráðuneytunum og nú bara komin, þú veist, nú það tilbúið, þá getur verið tilvíðun hvað ráðherra er akkurat. Það ekki öll málin sko svona pólitísk. Nei. Hvaðan ertu? Ég sem sagt fædd og uppalin í Reykjavík, stólst upp í Breiðholti, en mamma er akureyringur. Og móðurfjölskylda mín hefur svona meira og minna búið hér. Já. Hún er ekki stór. Amma og afi bjuggu hérna í Hafnarstrætinu. Jaha. Hver eru foreldrarnir? Það er Ingibjörg Friðjónsdóttir heitir mamma og Pétur Ingólfsson heitir pabbi. Og og þau eru bæði í Reykjavík. Þess mamma flutti suður og ég giftist svo akureyringi og væntanlega vegna þess að ég hefði komið alltaf páskana og sumrina heimsækja af og ömmu og ég er mjög þakklátt foreldrar mínum fyrir hvað þau voru duglega að fara með okkur og vera lengi í einu hérna hjá ömmu og afa. Að þá vissi ég auðvitað bara að Akureyrar væri æðisleg bær. Hver voru amma þín? Nú þurfum við að spyrja fyrir akureyringana, afi þín og amma. Já, það er náttúrulega sko nokkuð löngu dáinn en afi hann hét hérna Friðjón Ólafsson og Brynhildur Stefánsdóttir var amma mín og ég heiti í höfuðið henni. Já, hvað gerði það við þín? Hann var verkamaður, hann var nú bóndi á Kristnesi, held ég amma og afi kynntust þar þegar amma var að vinna á Kristnesi og amma vann í Kristjánsbakari meira og minna alla sína tíð. Já. Og ég var að vinna þar eitthvað sumarið og mamma var að vinna þar og svo vildum við helst að dóttir mín færi að vinna þar þannig að það væri svona 4 ættliðir. Bara að vinna í Kristjánsbakari? Það vinna í Kristjánsbakari, það var nú ekkert úr því. Já, hver er maðurinn þinn? Og hann er Guðmundur Haukur Sigurðsson. Já, hvað gerir hann? Núna er hann, vinnur hjá Vistorku, eða framkvæmdastjóri Vistorku sem er hérna á Akureyri, er með það markmið að gera Akureyri að umhverfisvænni bæ, kolefnislausum bæ. Já, bæði það börnum? Og 2 börn. Aldri? 19 og 22. Áttu svona fullorðin börn? Ég held að vera svo óskaplega ung. Þú ert það náttúrulega. Ég er það náttúrulega. Hún er best aldrei. Hvernig tók fjölskyldan því þegar mamma ætlaði frá þing? Það bara fannst það fínt sko. Er það? Já. Og hvernig hefur þetta gengið? Brynhildur, hvað áttu marga flugtíma, ef við getum orðað það svo? Já, sko, Hefurðu skrifað það? Nei, en ég fór á mánudagsmorgnum suður og kom fimmtudagskvöldi eða föstudegi. Og að því ég sat í fjárlaganefnd allan tíma þá var mikið fundað og þá var ég oft ekki kannski að komast fyrir á föstudögum heim og átti þá helgina hér. Þannig já, þetta var svona slítandi en ég hér í kjördæminu á sama tíma var nú til dæmis og er ennþá Bjarkey, hún þarf á eftir að keyra til Ólafsfjarðar þegar hún kemur norður. Þórunn á Vopnafirði sem á eftir að keyra þangað þegar hún kemur Egilsstað. Þannig þetta eru töluverð ferðalög og mér fannst bara ekki annað ég var ekki að fara að flytja suður. Ég meina ég á heima hér og hér vil ég vera og ég þingmaður fyrir þetta kjördæmi. En svona ég myndi segja kannski aðalástæðan fyrir að ég hætti var að mér fannst þessi fjarvera að vera ómikil. Já, þið fannst það? Mér finnst þetta að vera svona, maður er að fórna svona fjölskyldulífi. Já, þetta er ekki fjölskylduvænt í raun. Nei, ég meina Alþingi er það nú kannski ekki, það er svona vinnutíminn er svolítið skrítin oft ekki endilega vel skipulagður og stundum unnið fram á kvöld, en ef að Alþingi væri hér á Akureyri þá, og maður kemst heim á kvöldin, heim til sín, það er svolítið annað sko, þó ég hef reynda verið mjög heppin því ég fekk inni hjá mömmu og stjúpa, þannig að ég var í raun svona inn á heimili, það var ekki kannski alveg mitt heimili. þá leið mér mjög vel þar, þannig að ég gæti nú ekkert kvartað við því. En þú veist, ég ákvað nú einu svona giftast manninu mínum og þannig að... Og sér ekkert eftir því? Og sér ekki eftir því og þá var svona, þetta kannski... Þetta gengur alveg í stuttan tíma, en hann hafði líka verið mikið að vinna, hann hafði verið í Bretlandi, hann var, þegar við vorum í Danmörku, þá fór hann ári heim fyrr til Akureyrar því að hann var komið með vinnu, hann var að vinna á Grundartanga, þannig að við höfum svona verið... Á svona þvælingi? Svona, já, á svona þvælingi. Hvar hittust þið? Ég kynntust á Ítalíu.
Og Ítalíu? Já. Já, og hvernig þá? Segðu mér á því. Það vorum eiginlega bæði að, hann var, held minn með ítölsku námi þarna og ég var að læra og svo bara hittust Íslendingarnir Já. eitt kvöldi og þá bara kynntumst við og erum bara góði vinir og vorum vinir í einhvern tíma. Og svo man ég var einhvern tíma var að vinna í Nóatún eitthvað, ég kom heim og vinkonum mér segir, hvað með hann Gumma átt alltaf að tala um hann? Og ég eitthvað svona, já þú með, það bara var hún búin að spotta að ég var með hann mann á heilanum, en við vorum bara vinir sko. Já. Nei, þannig svo bara náði ég að tæla hann og og við fluttum Og þú varst til í að heim. fara til Akureyrar? Já, ég var til í það. Vildi hann fara þangað eða var hann til í að vera í Hann Reykjavík? hefði alveg verið til í að fara til Reykjavíkur, en þetta var bara, við vorum í Danmörku 5 ár. Var það voruð í námi þá? Já, og þegar við fluttum heim þá var það einmitt svona hvert á maður að fara og mér fannst það bara mjög spennandi að koma að hinga. Við höfum verið hér í 1 ár áður en við fórum út. Já. Mikinn snjóavetur, 94-5 minni mig. Og þá var ég að vinna hér í Amárhúsinu, þar sem við erum núna, við gluggaútstillingar. Nú, Það var alveg ferlega skemmtilegu vetur, þó að maðurinn var á sjórendar, ég bjó hjá ömmu og alltaf mikill snjór og ég átti einhvern lítinn dag í Hadsú sem komst samt allt og með þá dóttur okkar litla og ég veit ekki, kannski hafði það bara áhrif að mér leið mjög vel einhvern veginn þennan vetur, svo förum við út og ákváðum að koma hingað heim. Ég var ekki reyndi með neina vinnu en hann fekk vinnu. Já. Hvað varst þú að læra? Það hét viðskipta tungumál, svona bíagráða í því, sem ekkert reyndar lengur til í háskólanum í Óðinsjö. Já. En ég veit ekkert hvað það er. Hefurðu beitt þessu? Þessu námi? Ég veit ekki hvernig maður beitir grunnnámið. Það segir í rauninni að maður hafi náð að, þú veist, komast í gegnum ákveðin nám. Svo tók ég leiðsögunám með ítölsku. Já. Talarðu ítölsku? Já, ég talaði mjög frekar góða ítölsku þegar ég kom heim og eftir en svona aðeins farin að ryðga í henni. Já. Heldurðu að sko, það er kannski ósanngjarnt að segja svona, heldurðu að allir þeir þingmenn sem hafa setið mörg kjörtímabil og búið í Reykjavík myndu vera svona lengi að þingi ef þingið væri á Egilsstöðum? Nei, og það sýnir sig að mjög margir flytja suður og ég hef alveg skilning á því. Ég dáist að Kristjáni Þór sem hefur verið að fljúga á milli. Já. Og Bjarkey heldur áfram og Þórunn og fleiri sko. En það pirraði mig stundum þegar að því það er óhjákvæmilegt að þetta vera niður á þingi. En þegar þetta eru farin að vera fundir sem þetta eru óskipulag og maður er farin að vera meira en góða hófi gegnir af því það er einfaldlega ekki skipulag. Og þá er ég ekki að tala um sko að Alþingi sem stofnun og starfsfólkið sé ekki starfi sínu vaxið, heldur vegna þess að framkvæmdarvaldið og svo Alþingi bara einhvern veginn, þingmennirnir ekki einhvern veginn að vinna eftir einhverju skipulagi og menn jafnvel þrífast á þessari óreiðu. Er það svoleiðis? Já, ég meina vegna þess að hún veitir þér visst skjól. Þú getur komist upp með að vera óundirbúin einhvern tíma vegna þess að þú segir bara, hvernig átti ég að lesa þetta? Ég myndi svo mikið vilja sjá bara betra skipulag, nýta fjartæknina meira. Ég var stundum bara það að fljúga suður fyrir þennan eina fund. Bæði dýrt, tekur mikinn tíma. Já. Þannig að einhver sagði mér að farið í kanadíska þingið og þá væri eins og í nefndasögunni þá væri bara svona skjár, væri með skrifborðs og skjá og þar væri þá kannski einhver sem kæmist ekki, það er náttúrulega mikla fjarlægðir. Það er svona lítið gert ráð fyrir því sko. Og þessi tími sem í rauninni Alþingi starfar viðveran hann alltaf að lengjast. Nú byrjað þingi í september, það byrjaði í október. Þannig að það er svona, ég held að væri til bóta fyrir alla og líka auðvitað þingmenni sem eru í Reykjavík og Suðurnesjunum hann allt í kring ef að það væri meiri fókus á vinnunni. Já. Ég meina stundum var þingi bara byrjaði þingpundur klukkan 3 og var til klukkan 11. Og svona í rauninni og þá hafa verið fundir fyrir þann tíma áður en byrjuð. Já, þá er það í rauninni því að íslenski þingmenn hafa mjög mikið málfrelsi, þeir geta í rauninni talað ótakmarkað. Á meðan að sum þjóðþing fara kannski svo alveg í hina áttina eins og mér skilst í Noregi, þá fara menn eiginlega bara inn í þingsannilega greiða atkvæði, þá eru þeir búnir að vinna
málin í nefndunum. En hérna erum við svolítið að nota þingsalinn svona í sömu tilfellum geta verið mjög gott. Það skoðanaskipti og annað og verið að spyrja ráðherrana og kasta fram spurningum og ræða málin. En mér fannst það stundum fara út í öfgar sko, að við höfum líka Facebook og bloggsíður og getum skrifað, sko, við þingmenn geta alveg komið sínu skoðunum á framfæri í dag miklu auðveldara hætti en hérna í gamla daga. Já. Þegar að þeir voru í þingsal og einhver tíðindi gefin út og eitthvað. Já, já. En mér fannst þetta stundum masið í þingsalnum vera kannski svolítið mikið. Þarf þá að stilla skapsitt í þessum rauninni ef maður er undir svona kringumstæðum í svona vinnu? Já, maður þarf svona að vera að svona reyna að hafa jafnaðargeð. Ég var nú mjög heppin í fjárlaganefndinni, vann ég mjög vel með Oddnýju Harðar og Björgu. Og það var mjög gott að hafa svona góðar konur með sér í minnihlutanum þó við værum ekkert endilega alltaf sammála í pólitíkinni, þá unnum við mjög vel saman. Og það var svona mörgu leyti svolítið erfið nefnd líka. Já. En núna, ertu búin að fá vinnu? Já, ég er að fara að taka við neytendasamtökunum hérna á Akureyri. Já, eða opna aftur. Já, hefur það ekki verið opinn síðan fórst? Nei. Já. Og ég mér finnst það ótrúlega flott að neytendasamtökin sé tilbúin að opna hér skrifstofu, ég verði í hálfu starfi, ég er síðan að taka svona nokkra áfanga í skóla með, svona bara hægt og bítandi. Og að því að mér hefur nú fundist það frekar þannig að menn eru alltaf að minnka umsvifin á landsbyggðinni. Ég er ekki mörg félagasamtök sem eru með starfsemi annars staðar en í Reykjavík. Nei. Ég hef nú verið félagi í nokkrum félagasamtökum, þannig að mér finnst þetta mjög flott. Já. En fannstu það, finnur það eftir þessa dvöl þína á Alþingi, eins og þú segir, fáir sem að fá félög með starfsemi eða opna skrifstofu og annað slíkt, sko, finnur þú þá meira fyrir stærðinni á Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu? Já, við kannski má tala ákveðin svona sókraft. Þú veist, það svona einhvern veginn þú veist, og að því höfuðborgin okkar svo, það búa svo eiginlega stærsti hluti þjóðarinnar, 70-80% búa bara þarna á suðvesturhorninu. Þá verður það auðvitað svona gríðarleg þungamiðja. Er þá erfitt þá gleymist oft bara, það er svolítið það bara. Maður bara gleyma einhvern veginn og það er alveg til þú sér bara stundum hvernig fyrirsagnir í blöðum eru. Þú veist, Íslendingar flykkjast út úr höfuðborginni var einhver fyrirsagn sem við hlóum svolítið að hérna. Eða landsmenn langþreyttir á veðrinu, þú veist, og þá kannski við eitthvað höfuðborgarsvæði á einhverju leiðinda sumri. Þannig að það er svona kannski vantar og þess vegna finnst mér, ég myndi vilja sjá bara eins og ráðuneyti með útibú út á landi. Bara til að fá þessa tengingu. Ég var að lesa heillanga skýrslu jafnréttismál sem velferðarráðuneyti gaf út 2015 og mjög ítarleg og allt og löngu svo allar skýrslur náttúrulega, en það var ekki eitt orð aflið á Akureyri í kaflanum kynbundið ofbeldi og þetta er ráðuneyti málaflokksins og veit alveg afliðið til, þannig séð eða ætti að vita það. Þá finnum maður svona menn eru bara að gleyma og einhvern veginn og það er bara ekki þessi tenging. Af því að fólkið hér getur ekkert stanslaust verið einhvern veginn inn í ráðuneyti eitthvað að pöngast. Nei. Af því þar fer líka fram, sko ég hef stundum sagt að menn eru að tala að landsbyggðarþingmenn séu á margir eða hlutfallslega. Sko gefum eftir nokkra landsbyggðarþingmenn ef við fáum stjórnsýslunni í auknum mæli út á land. Það er búið að reyna ýmislegt svona og það virðist ganga heldur treglega. Já, það er bara svona upp og ofan, þá þarf þetta bara að móta einhverja svona stefnu og ég held í þessu málaflokki það ætti alveg að geta verið hægt að móta einhverja þverpólitíska stefnu í staðinn fyrir að hver ríkisstjórn sé að potast í einhverjum stundum bara misgáfulegum framkvæmdum. Já, en þú vilt gefa þessari ríkisstjórn séns eins og þú segir, heldur að sú stjórn gerir eitthvað í þessu? Það kom með þessi umræðum það að Bjarni sagði að þetta ætti að vera ríkisstjórn allra landsmanna. Já, ég held nú að allar ríkisstjórnir reyni það og maður finnur alveg í öllum flokkum og þá er alveg skilningur á sjónarmiðum landsbyggðarinnar, mismikill, milli þingmanna, en hann er í öllum flokkum, getur nú alveg fullyrt það. Já. Og við eigum alltaf í þessu kjördæmi okkar 10 þingmenn sem að svona eru þá að fylgjast með og eru vakandi fyrir hvað er að gerast hér. Ég meina þegar menn er að tala svona nýtt kerfi
sem mér finnst alveg spennandi líka. Mér finnst spennandi til dæmis að helmingur þingmanna gæti verið bara kosið með persónukjöri. En við verðum einhvern veginn að tryggja að landið allt eigi sinn fulltrúa á þingi því að ég veit til dæmis að það voru margir hinir þingmenn eru glaðir að það þó þingmenn norðausturs, þeir eru að fylgjast með hvað þar. Það get ekki allir verið inn í öllu. Nei. Og ég var bara ánægð að vitandi það að það væru, hvað eru þeir, 9 eða 8 eða 9 í norðvestur því að ég get ekki fylgst með hvað að gerast á Súðavík og Patreksfirði og ég átti fullt í fangi með hér að fylgjast með hér og svo ólíkir hagsmunir innan bara hvers kjördæmis. Tíminn búinn. Akkur ertu komið með myndavél? Ég ætla að taka mynd af þér. Og við tölum ekkert Nonna. Ég gerir það næst. Okay. Brynhildur, takk fyrir. Takk.